Ég heiti Silli Geirdal og ég bassaleikari í hljómsveitinni Dimma og ég hef verið aðal upptökumaður og pródúsent og mixamaður fyrir þá hljómsveit í upptökuferlinu. Ég var ekki einn af þeim sem hafði þess kost að fara út í nám eða neitt svoleiðis. Ég þurfti að taka þetta allt saman bara á hnefanum gegnum tíðina og byrjaði með lítið upptökutæki sem ég skal sýna ykkur á eftir sem hljómsveitin mín þurfti, þá Stripshow þurfti bara að notast við og fór í gegnum það allt saman og fór svo að vinna við það í aukavinnu helgar á stað sem heitir Rosenberg kjallarinn sem þar sem var í kjallaranum á Nýja bíó á sama stað og grillmarkaðurinn í dag. Mixaði þar allar helgar, allar hljómsveitir sem spiluðu, meðal annars var kannski eftirminnilegasta hljómsveitin sem var þar var hljómsveit sem enginn nennti að koma að sjá sem hét Victory Rose og breytti nafninu mjög fljótlega í Sigur Rós. Við ætlum að kíkja aðeins á hljóðfærin sem við verið að nota í upptökunum. Það voru helst í rafmagnsgítarum, þá var það þessi SG Faded sem ég keypti í Texas 2004 þegar ég var að túra með vínil. Við tökum hann upp og svo þennan 64 Epiphone Casino yfirleitt saman á móti hvor öðrum. Byrjum á SG-unum og trökkum svo allt með þessum. Eða stundum bara Casinoinn hérna. Það fer allt saman bara beint í Marshall og við bara hæfilega góða bjúgun. Síðan fengum við lánaðan hérna hjá Ragnari Solberg í Sign, þennan Ibanez Lawsuit double neck hérna, og vorum að nota 12-strengja hlutan á honum. Skemmtilegt hljóðfæri. Þessi kassagítar hérna, Epiphone J200, hann í öllum kassagítarum sem við höfum tekið upp á öllum plötunum og reynda báðir þessir gítarar líka. Þetta eru go-to hljóðfærin í plötuupptökum hjá Dimmu og hefur alltaf verið. Ég var í bassadeildinni var ég að smíða ég mér minn eigin bassa í vetur og hann náði nú að vera svolítið á plötunni. Það var smíðaðan á gítarsmíðanámskeiði hjá Gunnari Erni í iðnskólanum. Kemur rosalega vel út, mjög ánægður með hann. Og svo þessi hérna svolítið skemmtilegur. 12-strengja bassi. Frekar spes með mjög sérstakann hljóm. Sem sagt með 2 oktavstrengi við hvern grunnstreng. Svipað eins og 12-strengja gítar nema bara 2 auka. Og svo eru reyndar annars staðar í herberginu eru Gibson Blackbird sem Thunderbird útgáfa sem bara með on-off rofa í staðan fyrir volume og tón og engir aðrir takkar. DOL L2000 sem ég hef notað frá 94 í gegnum nánast alla minn feril. Og síðan vorum við líka að nota Gibson SG67 með P90s pick-upum, svipuðum á þessum pick-upum hér. Þetta er reyndar P90s líka. Þegar við erum að trakka gítara þá finnst mér alltaf rosalega mikilvægt að við hreyfum loft. Við erum með gítarmagnara. Við notum ekki magnara herma. Þetta er svipað eins og fyrir syntastrákana að nota ekki softsynta heldur að nota alvöru synta með alvöru óskileiturum. Þetta er sama fyrir okkur rockhundina, það skiptir máli að vera með magnara. Við höfum gegnum allar okkar plötur notað þennan Marshall JCM 900 nema það búið að modda hann. Þannig að hann er miklu líkari JCM 800 heldur en 900 fyrir þá sem það þekkja. Þannig að það er bjögun öðruvísi, meiri botn í honum og skemmtilegur. Og Ingo gítarleikari, hann er ekki mjög effektaglaður maður. Hann er með þetta er brettið hans hann er með wow-wow bjögunarfetil sem hann er með dræfið í nulli þannig að hann bara setur signalið í gegnum hann
bara til þess að fá karakterinn. Eitt svona modulation effekt hérna með chorus og delay. Og hann með það stilt á dynamic, þannig að það delay í rauninni bara eftir hann hættir að spila. Það trakkar ekki ofan á spilamennskuna. Þetta svona allt sem við erum með. Og síðan erum við hérna með hausinn hér og með magnaða boxið þarna inni og erum með það bara uppstilt í gegnum allt ferlið og breytum því aldrei neitt og erum með hérna með 4 12 box og með 2 mikrofóna á því. Það hérna Sennheiser MD421 og Gefell M70 hérna mikrofón sem svona ekkert ósvipaður mikrofón og ekkert með ósvipaðan karakter og til dæmis Neumann 87, sömu M7 membrunni. Í formagnaradeildinni hjá okkur þá erum við með nokkrar opsjónir. Helst þessir hérna Universal Audio LA610 sem ég er með 2 af. Ég held að ég eigi sennilega annarkvort fyrstu eða aðrir svona príamparnir sem voru keyptir til landsins. Ég keypti þetta 2005 eða 2006 eða eitthvað leys. Síðan ég með hérna Focusrite ISA hérna svona formagnara rás ágætur. Mér finnst hann ekki eins skemmtilegur á þessi en ég nota þó talsvert fyrir svona það sem ég vil hafa svona alveg clean. Síðan erum við með þessa hérna meira hérna aðra frá Universal Audio hérna hvað heitir 4710D. Mjög skemmtilegir svona ekkert ósvipaðir hinum en þó hann bæði solid state og lampa. Man getur svona með því að snúa einu takka farið frá því að vera alveg solid state yfir í að vera lampa preamp. Mjög skemmtilegur sem hann hérna Haraldur Vignir sem hérna ég deili þessu stúdíói með. Og í interface-deildinni þá erum við með hérna Apogee Ensemble sem ekkert dýrasta korti en það bara hljómar vel og ég ekki stressar en það yfir í að þetta ég held að það verði ekki ástæðan fyrir því að plöturnar sound illa. Monitor-deildinni þá ég búinn að fara í gegnum nokkrar týpur í gegnum tíðina, NS10 sem allir hafa pröfað og síðan nokkra týpur á Genelec sem var að vinna rosa mikið upp í sundlaug á tímabili og hérna vandist á þessum hérna Dynaudio og var ægilega hrifinn af þeim þar og sá þessa síðan til sölu á Facebook og hérna þar var einhver búinn að vera að reyna að selja það í svolítinn tíma og hérna og var kominn með það lágt í verði að ég einhvern veginn gat ekki neita því þó ég hefði ekkert efni á því á þeim tíma þá hérna sendi ég honum eitthvað verð og spurði hvort hann væri til í að selja það fyrir þann penning og hann játti því og þannig ég brunaði inn í Mosfellsbæ og keypti þessa spíkara og hef ekkert séð eftir því. Það svona, ég veit ekki, það svona verið eitthvað í tísku undanfarið að fíla þá ekki en það náttúrulega nýjungagirnin í svo mörgu hjá svo mörgum að ef það er orðið eldri en 5 ára þá getur það ekki verið gott. Ég byrjaði við að við svona fikta við hljóðupptökur og mixa ásleiðis þegar ég var í hljómsveit sem hét Strip Show sem var stofnuð 91 held ég. Og eins og allar aðrar ungar hljómsveitir þá áttu við náttúrulega engan pening til þess að taka upp demo eða fara í stúdíó þá, það var ennþá dýrara en það er núna. Þannig að við fundum þetta tæki hér til sölu. Þetta svona kassettutækis 4-track. Og þetta algjörlega bjargaði okkur. Með þessu gátum við tekið upp, til dæmis með því að fara í gegnum annað mixer, trommur og bassa og gítar inn á eina rás. Og svo gátum við tekið upp kannski 2 gítarrásir og í viðbót og verið þannig konum með 3 gítarrásir. Og bánsaði maður því niður á eina rás. Og þaðan gat maður síðan tekið upp sönginn á 2 rásir og bánsaði því svo öll inn á eina rás. Og svo koll að kolli þangað til að maður komið með alveg multitrack tekið upp á venjulega kassettu sem eiginlega þekkist ekki í dag og ég veit ekki hvað hægt að kaupa í dag en þetta sem sagt ástæðan fyrir því að ég byrjaði að taka upp. Þetta skemmtilegt og magnað tæki. Við í Dimmu erum núna í þessum orðum að taka upp og vinna og erum að klára að mixa nýju plötuna okkar, Vélráð, sem við byrjuðum að
semja núna í janúar og fórum í gegnum það í janúar, febrúar og byrjuðum upptökur í lok mars og kláruðum þær í lok apríl og erum búin að vera að mixa á fullu og sem var útgáfutónleikar núna í Hörpu 12. júní og við lofum miklu fjöri þar. Það er eitthvað sem að fólk með áhuga á þessari músík má ekki missa af.